Guðjón Svansson, samskiptafræðingur og fyrirlesari og ráðgjafi og höfundur tveggja bóka, Njóttu ferðalandsins og nú nýjast Lifðu, velkomin í 24/7. Já, takk hérlega fyrir. Ég búin að vera að lesa bókina búin að klára hana og bara mjög áhugaverð og góðar pælingar og mér langar svolítið til að henda okkur bara djúpa lögina sem ég vil svona passa við þá sem hlusta á þáttinn að sko, þú fórst sem sagt þegar fjölskyldan ákveða að fara í og skoða þessi bláu svæði það sem einkennir fólk sem lifi hvað lengst í heiminum í dag og við góða heilsu sko. Og við góða heilsu, já þannig að það funkar vel svona allan tíman í rauninni og eitt sem svona, og þið eru með að tilgangur og næring og það virkni, það hvíld, það fólki mitt, náttúran við þorfa samfélagið og í kaflanum tilgang að þá koncept sem heitir Ikigai og þess vegna langar mig til að spyrja þig að segja að botna þetta, Ikigai Já, þú veist, þá ertu búin að finna svona, hvað maður segja, þinn tilgang í lífinu og ert að gera eitthvað sem þú hefur ánægju af, ert góður í og fólk tilbúið eða þú veist, fólk hefur þörf fyrir og vill heyra og vill vinna með eða vill læra á þér eða vill nýta, þú veist, það sem þú hefur fram að færa og svo líka eins og þú veist, það ert að horfa á þetta líka bara með svona vinnu í huga, tekjustreymi, þannig að fólk tilbúið að borga fyrir það líka, ef rammar þinn, það er gott að gera þetta svona myndrant, svona 4 mengi sem passa saman, skilurðu? Þannig þú ert góður í þessu, þú ert gaman að þessu fólk vill lita á þarnast þessu og tilbúið að borga og það kemur allt saman í eina púlju þá ertu komið þitt Ikigai eins og þú, sko, ég mér datt þú í hug þegar ég var að fara að hugsa ég er búin að pæla svolítið mikið í Ikigai og ég er líka búin að lesa þína bók og akkurat þegar þú ert að tala þetta með svo langt bort kannski en það sem þú ert að tala með þegar þú hættir í fótboltanum og stígur inn í hinn heiminn þú veist það sem þú vilt vera að hjálpa fólki og finnur bara, þú veist, það er hjarta, sko Skilu, þú ert góður í fótbolta en þú ert búin að missa passjoni þá ert ekki með Ikigai þá er Ikigai farið sko það var þarna kannski engt í hann það er ekki nú að vera góður í einhver og það er rosalega algengt finnst mér að fólk festist í því sem það er gott í en síðan hættir það að njóta þess þá ertu bara svolítið svona þá vantar eitthvað samanlega Já, mér svona sko, ég tala oft sko munna því að elska eitthvað og gera eitthvað sem maður elskar og gera eitthvað sem maður þykir vænt í rauninni og sko maður getur kannski hægt að elska það sem maður elskaði einu sinni en einhvern veginn sko ef maður þykir vænt eitthvað að þá ertu einhvern líklega til að viðhalda því einhvern veginn. Mér finnst það tengjast meiri ástríðu heldur en kannski eitthvað sem gefur bara einhverja ánægju. Fattar hvert að fara? Já, svona einhver leiti sko. Því að þú veist, ég held að þú veist, það gefur manni yfirleitt ánægju að vera góður einhver, en það er þetta passum, þú veist, það er eiginlega bara þetta snýst það sko. Þú finnur bara að tíminn flýgur bara og pælir ekki hvað klukkan er og ert bara að gera þetta og er svo gaman að þessu og þér líður svo vel með þetta og þú veist, og ert bara svona ferðið eitthvað flæð og ert all in, skilurðu, ert að gera það og ert góður í þessu líka, þá ertu komin ansi langt með þetta Ikigai, sem er japanskt hugtak sem er mjög skemmtilegt að pæli og gaman að vinna með. Og ég veit til dæmis að einn fyrrum fótboltamaður sem er þannig þjálfari dagarindar, Oddur Ingi, sem er upp í Fylki að þjálfa, hann er kennari líka og hann hafði saman, ég þótt mjög vænt, hann hafði saman við mig að því hann rakst á þetta Ikigai í bókinu, fór að googla þetta eins betur og nota þetta síðan á krakkana í langaskóla sem er að kenna og fekk þá til að pæli sko, þú veist, í hverju er góð, fyrir hverju er passion, hvað, þú veist, hvað geti hvers geti heimurins tarna sem ég er góður í og hef passion fyrir sko, og það gekk rosa vel sko, þannig að það er þetta að vinna með þetta á svona öllum stigum sko. Já, þetta er magna því að sko þetta hefur svo marga hvata held ég til þess að þú veist fyrir því til þess að fatta hvað er þitt svona hlutverk í rauninni, þetta er það sem þú er góður í sem við fílum öll að gera sem við erum góði í eitthvað það sem okkar styrkleika líka það sem þú brennur fyrir og sko hvað þú fær náttúrulega bara, þú ert að fá einhver staðar tekjur eða einhver staðar það sem þú getur bara notið góðs að og líka þetta snertir eitthvað umfram sjálfa Já, nákvæmlega, það er góð punktur þú kemur inn að, þú veist, það er fleiri sem hafa fáið eitthvað út úr þessu, ekki bara þú sko skilur, þannig að það er mikilvægt líka En hvað hvað var til þess að þið fóru bara fjölskyldan og ákvaða að fara að heimsækja þessi 5 svæði í og skrifa þessa bók? Já, sko, það var eiginlega byrjaði því að við fórum heimsreisu 2008. Þetta er svona aðeins lengri saga, því að ég hef búin að vera að vinna hjá
Höfðu tímið það? Já, Ég var búin að vinna hjá útflutningsræði sem núna Íslandsstofa, það í mörg ár, 6 ár og var mikið síðustu árið þar var ég að flakka heiminn með fyrirtæki og búa til svona fundi og íventa og tengja fólk saman, finna viðskiptatæki hér og þar og var búin að fara út allt, Suður Afríku, Mexíkó og alls konar staði sko. Og heima var konan með 3 stráka sko. Og þetta svolítið skrítið einhvern veginn þegar maður er búin að gera þetta lengi og það mér finnst ótrúlega gaman að ferðast en þegar maður er búin að vera að ferðast svona mikið og kemur heim, þú veist, fullur af einhver svona upplifunum og svo að segja konin frá því sem er með, þú veist, einn á öxlinu og búin að skipta blei, þú er bara alltaf fullu þar þannig að hún er með alla ábyrgðina heima, sko þá fór maður einhvern veginn að fatta að þetta var ekki, þú veist, þetta var bara ég einhvern veginn sem var að upplifa þetta en ekki svona kjarni minn sem að mér fannst bara að vera að missa af, því ég vissi alveg, þú veist, ekki að koma á þessu staði, þú veist og út Asíu og bara út allt, sko og þannig að mér fannst það og svo fannst mér ég vera svona að vaksa eins frá guttunum, ég var aðeins að missa kontaktu að ég var svo mikið í burtu þannig að mér langaði að gera eitthvað með þetta og við fórum í heimsreisu í ásferðala 2008-2009, tókum þá, við 4 stráka en 83 þarna, tókum þá allar með og litum bara söfnuðum í 2-3 ár og litum svo bara vaða, fórum í þetta, sagði vinnunni og kýldi á þetta og það bjóð til eitthvað svona ekki fíkn, heldur ferða bara svona löngun og bara það er svo gaman að fara í svona lengri ferðir upplifna og saman með familjínu það var geggjað og svo með þessa ferð þá var ég og við erum búin að vera að vinna mikið með heilsu bæði svona líkamlega heilsu og andlega heilsu líka og halda fyrirlestra á námskeið og vera í kringu svona heildrana heilsu maður getur orðað þannig og svo var ég á fyrirlestri hjá Virk, þetta var afmælisráðstefna Virk 2018 það sem að koma þarna fyrrum hollenskur heimilislæknir sem var að halda fyrirlestur þú veist svona positive health, hún er með batteri sem hún kallar positive health og er að vinna með það í Hollandi sem gengur út að bara svona jákvæða heilsu, sko, upplifa heilsu svona jákvætt og ekki vera alltaf, ekki þú veist, vera hálfa alltaf á svona plástra sjúkdóma pælingar heldur bara hvernig getum við byggt þetta upp svona jákvætt og fyrirbyggt langtíma veikindi og hendu upp glæra á þessum bláusæðum, ég hef aldrei heyrt þetta áður. Margir þekkir þetta en ég hafði ekki heyrt þetta en sá bara svona, þú veist, heimskort, blue zones og þetta var bara, fekk bara svona, við verðum að gera þetta, ég fór bara út og þegar hún var búin að tala, fór út af þessar ráðstum, við ringdi í völu og sagði, við erum að fara í ferðalag, við erum að kýla á þetta og svo finnum maður einhvern veginn út í hvernig maður lætur að gera, sko. Og það var bara svona næsta skrif að gera það. Og við fengum pæltum að sí hvað við vildum fá út úr þessu og búa til svona lærdóms og upplifun að ferð, eitthvað sem við getum kent öðrum. Þetta er svolítið okkar ríkigæ og farið með lengra. Þannig að við settum í stað söfnun á Carolina Fund og bara söfnum fyrir þessu og lögðum allt í þessa ferð til þess að geta látið þetta gerast. Tókum ekkert rosa langa tími í það en þetta gekk upp og var bara ótrúlegt. Okkur langaði bara svona að læra meira af þessum kúltúrum sem að lifa svona lengi og við góða heilsu. Það er nefnilega svona lykilatriði. Það verður ekki fastur við tölum oft svo mikið langlíf og hvað það er geggjað, en þú veist, það er ekkert geggjað að vera síðustu 20 árin bara að liggja í bælinu og geta ekki hreyft sig, sko. Það minnst það ekki. Nei. Það er ekki spennandi. Nei, nákvæmlega, algjörlega sammála því og maður vil helst bara geta farið bara í bara gólf eða, þú veist, farið í göngutúri eða hreyft sig og daginn eftir en maður bara farin, sko. Já. En hvað fannst þér læra mest af þessum bláu svæðum eða hvað kom þér mest á óvart kannski sem þú svona átt að herði já? Ég hugsa bara svona strax þú segir þetta, hvað kom mér mest á óvart var það að við byrjum á Bandaríkjunum og fórum í lítið þorp eða svona bær 22 sem búa hérna í Loma Linda sem er svona eitt af þessum bláu svæðum og það sem fólk lifi lengi og góð heilsu og þetta eru 7. dags aðvendistar svona megin hlutin af þeim sem búa hérna samfélag þeirra þannig að það kom okkur eiginlega svona óvart þegar við fórum á það fyrst og þetta er bara rétt fyrir utan LA sko, þetta er klukkutíma akstur frá Los Angeles sko í austur bara hraðbraut og svo beigir maður til hægri og þá er maður komin hérna í Loma Linda sko og það sem kom hann óvart var bara að koma inn í Loma Linda því það var svona hraðbraut og svo bara McDonald's og allt helviti strasli sko þú veist allir þessi staði, matsölustaði maður hafði einhvern veginn búist við að væri svona þetta er svona eitthvað öðruvís og það er meira svona skilurðu heilsu samlegt svona í kringum Loma Linda það var svona fyrsta bara fyrir maður að pæla ok, hver eru lent hér sko en svo fyrir maður að kafa eins dýpr inn í þetta og fatta bara hvernig samfélagi virkað og hvað þau
sem samfélag ná að halda sér heilbrigð þótt að sé allt svona í kring sko. Og til dæmis bara hinum yfir hraðbrautina er borg sem heitir San Bernardino eða svæði, svona fylki einlega, sem eitt af svona, ég held að það sé bara eitt af hættulegustu svæðum í Bandaríkjunum í dag. Það mikil fátækt og mikil glæpi. Hæsta glæpatíðni hann Já, bara nánast sko. Þeir eru mjög ofalega það sko. Það er bara hérna megin og svo hinum megin ferðið og þar er lítið að frétta sko. Og svo tengist þetta náttúrulega þetta tilheyri sama sko, svæði þannig sé sko, en það eru ótrúlegu munir á og bara fara yfir hraðbrautuna og sjá bara hvernig fólk og hvernig, hvað að gerast, það er ótrúlegt sko. En þetta það svæði byggist í kringum sjúkrahús og svona þess að 7. aðventista nálgun. Ég ekki trúaður, ekki beint þannig sko, meira svona bara svona trúi á, hvað maður segja, náttúruna og mína guði eða maður getur orðað þannig, en það er ótrúlega gaman að sjá hvað trúin hefur jákvæð áhrif af fólkið þarna og aðventistana. Þeirra trú það kom líka skemmtilega óvart, hvað þau fara mikið eftir. Trúin þeirra snýst á mörguleitum það að fólk á að passa upp á sig, sko. Líka með þinn musteri, þú ert að passa upp á þig til að geta passa upp á aðra. Já. Það er svolítið flott, sko. Til þess ekki mörg trúabröð sem eru beinlínis þannig, sko. Farða hreyfðu þig, borðaða holt, soðu vel. Það er ekki ekki, í trúabröðum. Þannig að það var, og svo bara það er ótrúlega margt sem maður lærði og margar upplifanir, þetta eru ólíkir staðir, ólík nálgun á lífið, sko. En svona þetta er það sem þessi punktar sem maður talar áðan er kannski það sem við fundum að eiga sameiginlegt, ef við gátum tekið svona sameiginlega punkta út úr þessu, á mörgu leyti, sko. Algjörlega, mjög góðir punktar og við komum ánlust inn á einhverja þeirra eftir. Mér að spyrja þig, hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað svona lærir af henni? Já, ég skoðaði og las mikið þegar við vorum að skrifa undirbúa þessa bók, og bæði þá það hefur verið skrifað bækur Bláu svæðin, Blue Zones bækur langlífi og alls konar bækur sem tengjast á heilsu, hreyfingu, næringu og svefni, Why We Sleep bókin til dæmis, hún hafði áhrif á mig, mér finnst dálítið mögnu. En svo, ég held að bara mest áhrif á mig hafi verið bók sem þú mann ekki alveg hvort hún heitir bókin gleðina eða bókin hamingjuna, annarkvort, sem þetta er samtalsbók, það sem verið að tala við, þetta er blaðamaður sem að tala við Desmond Tutu og Dalai Lama. Það geggjur bók, sko, af því að, og ég hafði ekki stúdirað þá félaga neitt sérstaklega áður, sko, en að lesa þessa bók, það var svo mikil húmor í kringum þetta, þeir hafði svo gaman að lífinu, sko. Og það sem hafði mest áhrif á mig í þeirri bók var raun og veru að þeirra sýn beggja á hamingjuna og gleðina var það þegar þú gerir einhvern annan glaðan og hamingjusaman, þá liður þér vel, sko. Það er svona einfalda tekið úr þeirri bók og maður fann það svo skýrt, hvað þeir eru að gera í lífinu og hvernig þeir svona setti hlutina fram að, þú hafð þú gaman að lífinu og gerðu aðra betri einhvern veginn. Láta þeim líða vel, þá liður þér vel. Ég held að sé, sko, bara fylgis með því og gerir viljandi bara eitthvað gott fyrir einhvern annan. Það er ekki að vera stórt og þú getur bara að halda dyr og opinni eða, eða bara gera magaðin greiða eða bara vinnin greiða eða eitthvað, eða þú hefur góð áhrif á einhvern, verður til staðar fyrir einhvern eða hlustar á einhvern eða hvað sem það er. Það ég held að sé fátt sem toppar þá tilfinningu. Nei, einmitt. Eitthvað mikið hérna. Það er mjög gott, sko, og þetta var góð punktur að pæli, sko, að þið hugsaum svo oft mikið hvernig getur við verið og hvernig getur okkur liðið betur, sko, og þá, þetta fer svo mikið svona inn á við alltaf, sko. En þú þeir voru að hugsa þetta hitt líka, hvernig getur þú gert eitthvað gott út á við, hvað það gefur mikið tilbaka, sko. Þannig að þú breytir einminu svona smám saman einhvern veginn, þú talaði með maður þinni bók, eða ekki, þú hefur áhrif á einhvern sem hefur áhrif á annan, þetta er svona svo bara svona kókulega vegu, sko. Þú verður svona, sumir segja, bara alltaf að fyrst þú og síðan aðrir, setja rúniskrimur á þig og síðan aðrir, síðan líka þetta, hjálpa öðrum líka á lífið, þið vel, skilur mig. Það er svona okkur balans, einhvern dans þar, sko. Já, einmitt, balans, ég held að það sé akkurat mann, sko. Ég hef verið að pæla þessu, og ég vann ég með svona sjálfboðalega bakgrunn úr hreyfingunni, aðalega fótbolti, búin að tengjast fótbolta einhvern veginn bara síðan ég mann eftir mér og alltaf einhvern veginn verið að gera eitthvað fyrir og með fótboltaliðum. Og svo datt ég inn að vinna fyrir Rauða krossinum í 2 ár, sem er bara allt annar heimur, það var útrúlega gaman að kynnast í, og var í starfsmaður á Rauða krossinum og var einn að fá svona starfsmönnum held ég sem er ekki svona rauð, hefur ekki svona uppeldis
bakgrunn úr Rauða-krossinum. Ég hef aldrei verið sjálfboðaliði í Rauða-krossinum. Það eru langt flestir sem eru að vinna þarna sem hafa einhvern veginn byrjað sér sjálfboðaliðar og svo fara þar að vinna þarna og það var gaman að kynnast í hvað þetta er ólíkt í raun og veru ólíkur heimur fyrir utan að bæði, þú veist, sjálfboðaliðir í Rauða-krossinum og sjálfboðaliðir í íþróttahreyfingunni er að vinna einhverju svona stærra, sko. Þau hafa það sameiginlegt. En í Rauða-krossinum var þetta meiri svona, þú veist meira að fórna þér, fannst mér, sko. Skilur, sem er gott líka, þú veist, þú ert að gera eitthvað fyrir aðra. En fólk gleymdi ofta að passa upp á sig. Já. Skilur, sem er það ólíkt ef maður dettur aftur í aðventistana þarna í Loma Linda í Bandaríkjunum. Þau, þú veist, þú passar upp á þig og svo gerir eitthvað fyrir aðra líka, þú veist, þú ert að gera bæði, sko. Já. En þú mátt ekki sko fórna rómikið fyrir aðra að koma niður á þér. Það var bara mjög algengt. Fólk var bara að keyra sig út, þú veist, eða gerist eitthvað, einhver svona hamfarir eða slys eða, þú veist, þá er fólk alveg ólinja, vaka allar nætur og gleymir að borða, sefur ekki og það var alveg, þú veist, maður sá alveg á fólki að það hefur, þú veist, það hefur svona óheilsusamlega áhrif á fólk. Ef það passar ekki upp á sig, sko. Ég eitthvað bara hvað sem og þú veist, þannig að hreyfis ekki og svoleiðis. Það er bara alltaf að hugsa um aðra, þannig að maður mátt ekki bara vera þar. Ég held að þetta sé bara þetta, þú veist, við viljum alltaf hugsa þetta er svona eða svona, ég held að þetta sé bara eins og við tölum þetta er einhvern dansan á milli, sko. Já, þú veist alltaf kjarnan þinn góðan og þú veist, sinna sjálfur og að þú veist, gera eitthvað gott fyrir aðra en ekki það mikið að þú veist, þú sést bara farin að forna aldrei heilsunni þinni, bara svefninni, mandaræðinu og allt þetta. Nei, þá gerir ekki galt, þá ertu bara farin, sko. Já. Það bara missur þetta. Já, hún gengur örugglega ekki til lengri tíma, sko. Nei. Það er bara fullt að dæmi það, sko. Já. Það er þannig, sko. Hvað helst einu sinni að vera satt sem þú ert öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, maður. Hvað held ég að vera satt? Ég veit ekki alveg, sko, hvort að passi inn í, sko, akkurat. Já, þú veist, það er hægt að pæli alls konar svona æfingatengdi. Ég pæli mikið í svona æfingum, sko. Þannig að ég æfi öðru þessi dag en ég æfi því. En svo hugsaði ég líka bara að ég, þú veist, maður kannski ekki þurft að aflæra en ég meira þurft að læra og meira uppgöta hvað skiptir miklu máli að trúa á sjálfan sig, sko. Vera ekki svona fastur í, hópnum, hvað aðrir vilja meina þú eigir að gera. Já. Skilur, þú veist, og þú veist, maður er alin upp í einhverju samfélagi, ég er alin ólst upp í Árbænum og svo, þannig að svona ákveðin gildi kannski og svipa kannski á Íslandi en samt, þú veist, í minni staðir því svona fastari reglur hvað þú átt að vera að gera í lífinu. Skilur, hvaðan er þú? Í Gráinu. Já, Gráinu. Já, þú veist, það er svona höfuðborgarsvæði, sko. Já. En ég man alltaf, þú veist, ég var að vinna í verkefni á Grundarfirði, var með helgarnámskeið þarna og hitti konu sem heiti Síla, ég man ekki alveg eftirnafnið. En hún er, þú veist, hún búin að búa, hún er frá Suður-Afríku, hún er eitthvað rétt með, búin að búa á Grundarfirði í mörg ár, það sem hún talaði sem tengist þessu var að, og með það svo sterkt, að hún sá svo mikið mun á krökkunum sem að ólust upp á Grundarfirði og voru sett bara inn í einhver svona box, þú veist, eftir hvað fjölskyldu þú fæðist inn í, þá ert þú svolítið hér, sko, svo fæðist einhver annar, hann er hérna, þú veist að hegða það svona og þú ert dæmdur eftir pappaðinum og mömmu og frændaðinum og svona, skilurðu? Þannig að þú verður bara þessi gaur, skilurðu? Og svo er einhver annar sem verður þessi gaur og annar hér. Hún sá svo mikið mun af þessum krökkum þegar ég fór í burt í skóla, fór í framhaldsskóla einhvers staðar annars staðar, kom tilbaka og bara, ég get bara gert hvað sem er. Ég þarf ekki að vera inn í þessum kassa, sko. Þannig að mér finnst það kannski, ef ég pæli í þessu, veit ekki hvort þetta passar inn í að vera satt ekki, en þú veist, þetta er svona samfélagið og svona nánasta umhverfi hefur oft svo mikil áhrif á mann, finnst mér, að það er svo margir sem festast í því og halda það sér sannleikurinn. Skilur, veit ekki, þú ert ekki búin að fara í burtu, sko. Þú þarft einhvern veginn að fá að sleppa til að fatta þetta. Að það er ekki bara, Grundarfjörður getur ekki bara sagt þér hvað þú átt að gera. Og ég hef ekkert á móti Grundarfirði, svona það sem var henni, bara frábær staður, sko. Þetta er bara svona samfélag. Því minni samfélag, því skýrari held ég svona línur hver þú ert og hvað þú átt að vera gera í lífinu. Það maður þá svolítið að fara frá umhverjum til að hafa tækifæri til að hugsa og fylgja sínum eigin sannleika. Já, minnst það. Já. Bara að fara út, sko. Þú veist, þú hættir í fótbolta. Það er svona reglur sem gilda þar, þú veist hvernig þetta hegða þær fyrir leik í klefanum og þú veist, bara yfir höfuð í lífinu, sko. Og svo bara ferði í annan heim, þú veist, þá finnur það er svona, held ég, þú veist, að þú hafur upplegað eitthvað svona frelsi hvað þú getur verið að gera, hvað þú mátt verið að gera. Í staðin fyrir að þú komin aðeins út fyrir það box, sko. En ef þú ferði aldrei út fyrir þetta box, eða þú ert alltaf inn í þessum boxi, sko,
þá ertu bara inn í svona einhverju svona regluheimi sem aðrir hafa svolítið svona skapað. Þú hefur auðvitað einhver áhrif á það fyrir eftir hvernig típa það er. Já. En ef þú ert alveg pikkfastur þarna, þá er þetta bara svona litli heimurinn, sko. Algjörlega. Og þá er þú veist, erfitt að brjótast út í því að allir búast við að þú eigir að haga ákveðin hátt, að þú hagir á einhvern annan hátt sem stangast á við. Já, einmitt. Já. Það er það, sko. Það er mér að það var svona frelsi fyrir mig, sko, fatt þetta. Af því að ég fylgdi svona hópnu fyrst, sko, vil ég meina, en svo bara hef ég alltaf erfitt með það að þurfa að gera einhver ákveðin hlut af því ég var hluta af einhverjum ákveðnum hóp. Skilur hvað? En svo bara, ég get heldum okkur aðeins við bara fótboltann, þá getur maður tekið svona hluti eins og kallakvöld, sko, sem eru rosalega vinsæl hjá íþróttafélögum að þetta er góð fjáröflun, þú veist, þú færir þannig fullt af köllum saman og þeir, þú veist, sitja og fá sér í klass og svo er haldin einhver upp og selur hafraðs með á og þú veist, eitthvað skemmt að þetta og svona. Og þú sumir elskir þetta bara, það eru mjög margir sem finnst þetta alveg frábært. Hitta menn og spjalla saman og detti í það og kaupa málverk og sjá eftir, kannski tegna eftir. En þú veist, mér fannst það bara ekki gaman, sko, þú veist. Ég skila alveg konseptið og ég skila að þetta sé gaman fyrir marga, sko. En það er svolítið, þú veist, það er einhvern veginn ættast til að mér finnst þetta gaman. Af því ég er kall og hef áhuga á fótbolta. Skilur hvað ég meina? Svo finnst mér þetta ekki gaman og reyna að mæta ekki, þú veist. Eða bara hættu þið einlega. Það er bara, þú veist, þá er ég að taka einhver ákvörðun sem að hópurinn svona býst við að ég ger ekki. Skilur hvað það er? Já. Í staðinn fyrir að þú færi kannski alltaf kalla kvöldið. Já. Myndir, þú veist, áður eða ekki, kaupa málverki og daginn eftir myndir við bara, djúveit, akkur gerði ég eins og aðrir voru sem en ekki. Já, þetta er bara svona lítið dæmi. Já, þetta er góða pælingar. Mér finnst, ég tar oft sko að maður verður einhvern veginn tilheyra sjálfum sér ára maður tilheyra öðrum. Já. En maður alltaf er að breyta sjálfum sér til þess að passa inn í hópinn. Nákvæmlega, sko. Að það verður aldrei, þá tilheyra aldrei sjálfum sér, sko. Vel, sko. Þá ertu bara að gera eitthvað sem að, þú veist, finnur það bara, svona innsteinu átti ekki að vera að gera það. Já. En það er ótrúlega erfitt að tilheyra sjálfum sér fyrst, sko. Því að það er svo erfitt að fara á móts við það sem hópurinn er að fara, sko, og er að gera. Það er það. Og þú þarft að svara fyrir það, þú veist, yfirleitt, sko. Já. Það útskýra það, þú veist, og menn bara, hvað mætir ekki hérna? Hvað koma kallað? Og svona, þú veist. Mjög óþægileg, sko. Ég man, þú veist, eins og við tökum með fótboltadæmi, sko, þá er fótboltamaður ákveðið box, þú veist. Hann er bara svona og eitthvað svona, þú veist. Já. En ég stangaði svolítið á í box, ég byrjaði að prófa að vera vegan og ég var eitthvað að blogga og tala um andlega heilsu og þú veist, einhvern veginn það fittaði ekki inn í fótboltaboxið, sko. Nei. Og ég man hvað var bara erfitt fyrst bara eins og með veganismi að plöntufæði, sko. Það var bara þvílíkt högg á mann, sko. Frá félögunum með það? Já. Eða bara fótboltaheiminum með eitthvað? Já, ég held það. Bara svona beggja bland, sko. Já. Bæði svona bara forvitni en samt líka bara hvað að spá og áhuga þetta. Ég man eftir þess að ég hef fylgst með þér svona fjarlæg, sko. Ég er bara mikið ná á fótbolta, þannig að ég vissi alveg þessu, sko. Var að stúdera þetta og pæli þessu, hvað er hann að gera? Fóraldri komst aldrei neitt lengra inn í það, hvað og akkurat, hvernig, ertu ennþá vegan? Ég borða mest með plöntufæði, sko. Eins og Blue Zones fólki, það er mest þannig, sko. Já, það ekki, þau nota svona kannski oft bara einstaklega kjöt og... Já, mest fiskur, þú veist, það er kannski að heilbrigðast að miða, sko. En kjöt er meira svona kannski bara hátíða veislu dæmi, sko. En þetta er góða punkt, en það sem ég held að þú sért líka að gera með þessu, þess vegna finnst mér þetta að vera svo mikilvægt, fólk eins og þú og fólk sem að þorir að fara út úr bóksinu og bara ég er bara vegan hérna í fótbolta. Þú veist, það er bara allt í lagi. Því það opnar alveg svona, fólk finnst þetta skrítið fyrst, sko. En svo, þú veist að sá svona fræjum. Já. Svo stendur þau vel, þá fara fleiri einhverju fótboltastrákar og stelpur að bæla hvað, ég get þetta, kannski ætti ég að fara yfir meira plöntufæði og vera bara heldur góður. Þú veist að þetta er hægt, sko. Já. Þannig að þetta er erfitt fyrst, en þú veist, ég held, þú ert að breyta heiminum, sko. Kringu þig. Algjörlega, ég held að þetta sé, sko, ég held bara líka í eðli okkar eru við bara, okkur líka ekkert vel við breytingar og þeir eru annarlega breytingur, hvað ert þú að gera sem ég er ekki að gera og allt þetta, sko. En síðan hefur maður, sko, bara í einhverju, ekki bara plöntufæði en bara öðru, þá einhvern veginn hefur fólk síðan hoppað á vagnin seinna með sem var kannski að dæma mann til að byrja með. Já, akkurat, sko. Þannig að það er líka eins og þú ert að tala um þetta, hvíla í sjálfur sér og þú veist, vera tilheyra sjálfur sér fyrst, það er bara svo gott, sko. Þið líður bara, þið er alveg sama, þú veist. Kannski er þetta fyrst erfitt með að koma út sem vegan, þú veist, en svo bara, so what, þú veist, fólk má alveg hugsa það sem það vill, er ekki? Jú, alveg klárlega og ég held einmitt að þú veist, að komin punkt hana, sko, að þekkja sjálfa sig, sko. Að þá getur maður verið trú sjálfur sér, þá er þetta ekki óþægilegt, þá veistu bara hvað er best fyrir þig einhvern veginn, sko, þá fylgir þú bara þínu sannleika, sko. Já, nákvæmlega, sko. Og svo getur maður bara svona gert grína sjálfum sér, sko, með þetta, sko. Ég með eins og með svefnin, ég tek hann svolítið alvarlega, þannig
reyna að fara að sofa, þú veist, bara á góðan, ég finn bara svo mikið mun á mér, þú veist, hvort ég sé vel eða ekki og ef ég er góður þá get ég gert betri hluti fyrir sjálf mig og aðra, sko. Þannig að ég, þú veist, gerir bara grína því hvernig ég er farin í háttinn og, þú veist, og hlæ bara með fólki sem að gera grína mér fyrir það. Annars finnst mér það breyst mikið, sko. Já. Þú veist, pabbi og mamma og sveit, það fór enginn að sofa fyrir miðnætti, sko. Það var bara ekki séns í helvíti, sko. Það var bara, hvað þér? Það finnst þér ekki kvöldkaffi klukkan 11 og vaktir eftir þangað til miðnætti og svo varst eitthvað að dóla og svo fórst að sofa, sko. Vaknaði svolítið þreyttur kannski, en þú veist, þetta var bara svona. Já, nákvæmlega. Og góða punktum með, sko, maður verður líka að hafa húmor fyrir sjálfur sig, sko. Ég held að þetta er bara góð leið, sko. Þá ertu ekki að leiðum bara að skjóta á þeim maður. Bara hlæðið með og gera greinaðir og svo bara heldur áfram að gera það. Andjóks, já, það er bara eina vitið, sko. Já. Það er mjög góð punktur. Hver er helsti vendipunktur sem eru upplifað í lífinu til þessa? Það er bara klárlega eignast barn, sko. Já. Við hefum 4 strákar saman, ég og Vala kona mín, og fyrsti, sem er einmitt að fara að eignast sitt fyrsta barn núna bara í ágúst, hann og Elsa, konans. En það var bara algjör vendipunktur. Hann er fæddur 96, við vorum í Danmörku, við byggum þar, vorum í skóla að læra og það var bara rosalegt, sko. Það breytti mér bara sem svona persónu, sko. Gerði mig svona, vil ég meina, betri manni. Af því að þetta er svo, það er svolítið, áttu börn? Nei. Það er erfitt að útskýra þetta, sko. Eignast börn, af því að ég var til dæmis ekkert sérstaklega mikill barnakall, sko. Áður í eignast börn. Og fannst börn bara svona frekar pirrandi, eiginlega. Það var bara svona annoying. Það var bara svoleiðis. Ég meina, hvað er að gera hérna? Þannig, ég tengdi eiginlega ekkert við þau, sko. Og lítið. En svo kemur þetta litla kríli, sko. Fyrst, þegar maður sér hann bara fyrst, tókum hann heim frá sjúkrahúsinu í Óðinsæða sem hann fættist og svo leggur löðumann og mann alltaf eftir þessu mómenti, löðumann á hjónarúmi okkar hann í, það sem við byggum í Óðinsæði í Danmörku og horfir á hann bara hérna, pínu lítið kríli í risastóru rúmi, hjónarúminu og svo bara, hvað gerum við núna með þér? Hvað er gætinn? Hvað er næsta dagskrá? Og það var geggjað móment, sko. Og svo bara þetta, þannig að strax breytir þetta einhver, þessi upplifun að bara eiga eitthvað eða þú veist, hafa í láni eða hvernig sem maður hugsa þetta, bera ábyrgð, það er eiginlega það, sko, bera ábyrgð á svona kríli sem verður síðan stærra og svo líka þá gleðin í kringum þetta, þannig að svona tvennt sem að breytist hjá mér. Þannig ég fór að skilja krakka og gaman að börnum og hef bara gaman að börnum í dag og líka annara manna börnum, sko, ekki bara mínum og og ábyrgðin einhvern veginn gerði maður svona já, ég vil meina það, bara svona betri persónu, sko. Fór einhvern veginn að hugsa að lífið aðeins öðruvísi. Já, maður heyrir fólk sem eignast börn, það er náttúrulega aðalvendipunkturinn hjá fólki, það er svona, já, eitthvað sem fólk áður með að útskýra, en samt svona eins og að taka ábyrgð og síðan, sko, held ég að maður sjái líka, sko, ég held að maður sjái heiminn bara nýtt í gegnum börn. Já, pottið, sko. Já, þú veist, eins og maður er vanur öllu og maður veitir ekkert aðtekla einhverju, en síðan sem maður er börn eins og ég á lítinn frænda sem ég veist með bíó og svona, bara svona, það er allt svo frábært og allt svo bara nýtt og bara gaman á geggjað og þannig að við erum svolítið búin að missa þetta, sko, þegar við erum verið eldri, sko. Já, einmitt. Já, mista geggjað núna eins og börn núna þegar maður sér minnst gaman að fylgjast með að líka hreyfa sig, að þeir hreyfa sig svo rétt, sko. Þú veist, þeir eru að skríða, þeir eru með svona crosshreyfingar og rúlla svona eins og jiu-jitsu, þú veist, fætira, sko. Það er allt einhvern veginn svo beautiful við þessar hreyfingar, þeir eru að svona byrja. Og svo einhvern veginn drepum við þetta aðeins þegar við setjum það á stóli allan daginn í skólan, sko, þú veist, þá breytist aðeins. Nema þú komnir svona skólar það sem að hefur svona aðra nálgun á þetta, það sem að fólk, að krakkar er að hreyfa sig meira og þú veist, er ekki sitjandi á stóla allan daginn, sko. Ég held að það sé mjög heilbrigt og gott. En bara að fylgjast með krökkum, þú veist, einmitt, hreyfa sig og hvað er að pæla og vissinast og það er ótrúlega gaman, sko. Algjörlega, það er einn rannsóknarverkefni sem er að byrja í Vestmannaeyjum sem er að fara að taka skólakerfið alveg í gegn og það er einmitt einn lykillinn, það er að bara bæta við hreyfingu, sko. Það var bara alltaf á hverju minnsta degi, sko. Annarkvort, sko, eftir fyrsta eða annan tíma, það var bara út. Mjög sniðugt, sko. Það er sem skólafarnir að gera það. Byrja með þetta á hreyfingu, ég held að það sé frábært, sko. Bara fá smá útrás fyrst og koma aðeins bara í gír fór súrefni og hreyfa þig og þá kemur einhvern veginn miklu svona innstiltari inn í daginn, sko. Og bara svo gerir þetta reglulega yfir daginn, þú veist, aðeins að fá breyku. Algjörlega, það er ekki langt síðan ég lærði því, sko, munin á æfingu og hreyfingu, sko, sem þú veist, einkennir þessi bláusvæði til dæmis, að þau eru á hreyfingu allan daginn yfirleitt, sko, að þú veist, þannig að þetta er ekki bara, ég hugsa þetta alltaf bara, eins og margir hugsaðu bara klukkutími morgunina, klukkutími seinni partinn sem ég ætla bara lyfta í stungt og hratt og hlaup með satt og ég get og síðan bara sitja allan daginn, sko. Akkurat, sko.
einmitt. En í dag miklu farið meira fókusera á að Já. standa við borðið í vinnunni, Já. taka smá hvíld í göngutúr, skilur mig, sem bara skila mér í auknari orku í því sem ég að gera svo framvegis, svona með svo mikill munur á, og ég farin að elska hreyfingu. Já, einmitt. Það þarf ekki alltaf að vera djöfulgangur, sko, þetta bara göngutúrar og allt þetta, sko, meðan það svona vera ákveðin lykill fyrir mig, sko, að bæta við meiri hreyfingu en ekki bara æfingu, sko. Já, einmitt. Það frábært gott að heyra það, sko. Ég algjörlega þeirri bylgju, sko, og hef verið svona að vera að breyta þessu hjá mér einmitt líka bara lengri tíma, sko. Já. Og passa upp á þessa hreyfinga, maður sé að hreyfa sig svona yfir daginn. Ég byrja yfirleitt alltaf á, eftir ég læri svona, ég tek svona spænsku, ég að læra spænsku aðeins í Duolingo á mótnana, það svona fyrsta sem ég geri, þú veist, kaffibólla og Duo, geggjað. Og svo fer ég að labba aðeins hverfið. Já. Og það bara geggjað, sko. Og reyna að hafa þetta þannig að maður sé að hreyfa sig svona yfir daginn og einhvern veginn að koma, minnst það líka gaman. Minnst gaman að hjálpa fólki að fatta það hvernig það getur komið hreyfingu bara inn í daginn, sko, inn í vinnudaginn og lífið, sko, þú veist. Þú þarft ekki alltaf að keyra bara akkurat að búðinu og leggja bara, þú veist, inn í búðinu, sko, sem er bara eitt, sko. Getur labba upp stiga, þarf ekki verið í lyftu og bara svona, þú veist, þeir eru að horfa eitthvað líka, eins og til dæmis íþróttir, að horfa á íþróttir eða stendur einhverstað, þú veist, eða situr, sumir bara plaffa sér í stól og sitja bara og hreyfa sig ekkert aðeins, en þú getur verið að gera, þú getur verið að liðka þig. Ég geri það, við vorum í Eyjum síðstelgi, það var yngsti guttin okkar að spila þarna orkumótinu, þá notaði ég svolítið bara þegar ég var að horfa á leikina og er ég svona að gera svona smá liðleika æfingar bara í leiðinni til að halda mér svona mjúkum, sko, þú veist, og róa hugan líka, gaman en að tengja þetta svolítið saman, sko. Já, algjörlega, ég ger þetta stundum, sko, þegar maður búin að setja í kannski í einhverju matabáði góðra vinahópi í langa tíma og þá stundum fer ég bara kólfi og tegja þess að fer ég aðbastöðuna eða, þú veist, eitthvað svo leiði, sko. Já, sniðugt, sko. Og þegar maður getur gert það kannski, maður getur gert það á meðan, sko. Já. Ég vil fara líka svona walking desk, svona labbi, skrifborð. Ég held að það sé helviti sniðug hugmynd, sko. Maður þurftur að venjast í að vera að labba og vera að gera eitthvað á meðan, sko, en þú getur örugglega hagnýtt af einhverjum við fundi til dæmis. Sko. Bara rafræna fundi, bara að labba meðan þú er á fundi og ná að akkurat, sko. Tappa inn í kannski bara 10 skref á einhverjum klukkutíma. Mér finnst líka bara sniðugt svona útifundir, svona labbandi göngum. Já, það er frábært. Svolítið komið mikið í það, sko. Já, tala nú ekki hvað náttúran eigur sköpunargleðina á fundinum. Það er mjög sniðugt, sko. Ég var síðan og hef verið núna sitjandi á bolta, svona pílatisbolta bara, í staðan fyrir stól. Já, það er að halda pósturinn aðeins og... Og stundum getur maður að fara upp á hnén líka aðeins svona, þú veist, breyttum stöðu, sko. Já. Það er minnst það frábært. Þú veist, það er mitt, það er kor hérna inn í því og það er bara orðið svona náttúrulegt einhvern veginn. Finnst mér að sitja þannig, sko. Nákvæmlega. Búin að saman boltan í mörg ár, maður. Þannig að það er 7 skall, þú veist, versus einhver, þú veist, 200.000 króna skrifstofustól til að passa alveg upp allt sé alveg hárrétt, sko. Já, nákvæmlega. Það er það eins og komstur í bókinni, sko, það er stöðugt að vera að gera lífið þægilegra, sko. Já, hvað það kostnað heilsunar kannski og mjög oft, sko. Einmitt, sko. Þannig að ég held að þetta frekar að fara í hina áttina, einfalda lífi bara, verður ekki að flækja þetta einhverju svona fancy mennsku, sko. Nei, fara í grunninn bara. Já, grunninn að vera, sko. Hver er uppáhalds tilvinnun þín og af hverju? Já, ég hef sjálfur bara, þú veist, fyrsta bókin, ég ætla að skrifa fleiri, sem ég skrifa, heitir Njóttu ferðalagsins. Það er svolítið, þú veist, ég veit ekki hvort það á að kalla það tilvinnun, svona enjoy the journey, en minnst það að vera svolítið svona bara eitthvað sem að ég tengi mjög mikið við og hef alltaf gert, þú veist, að njóta bara ferðalagsins, njóta þess að vera til. Þú talar um þetta hjá þér að vera með svona innihaldsríkara líf, sko. Það er akkurat máli, sko. Og það er ástæðan fyrir við fórum til dæmis í ákvæðum að fara í þessa heimsreisu þarna 2008-2009 og svo aftur í þetta lengra ferðalag núna, að þú veist, við erum kannski að gera hluti sem fólk ætlar að gera eða margir ætla að gera þegar það er hægt að vinna, sko. Þú veist, þeir er alltaf að vinna og safna upp, þú veist, til að eiga sjó, til að gera eitthvað þegar það er búið að vinna, sko. Og mér finnst einhvern veginn það bara ekki vera rétt að leiðin. Þú veist ekkert hvort þú klárar yfir höfuð lífið svona lengi, sko, eða hvernig í standi þú verður þarna eða hvað, sko. En þú hefur alltaf svona möguleika til þess að brjóta upp lífið á og til og ég myndi segja að flestir hafi það. Við erum ekkert forréttinda fólk og erum ekkert bönsa peningum, sko, forgangsröðum þannig, sko, og vildum setja upp lífið þannig að væri svona njóta þess að vera til með að við erum svona freka fersk og getum það. Ætlum alveg að ferðast líka áfram þegar við erum eldri, þú veist, en að bara búa sér til svona líf og hanna svolítið lífið sjálfur þannig að maður geti haft gaman að og notið
með til dæmis krökkunum sínum og vinnum meðan þú veist, tækifærin eru þarna, sko. Ekki alltaf vera að bíða, þannig að bara svona njóta ferðalagsins, myndi ég segja að væri svona, eitt af því sem að stay alive, þetta kannski bara svona frasar, ég veit ekki, en það eitthvað sem ég heyri fyrst á bara í tónlist og Bob Marley sagði þetta og Big Country, skotsk hljómsveit, þú veist, ég sá þetta á tónleikum, bara svona stay alive, þú veist, árindan og maður hugsa, þetta eitthvað, talaði einhvern veginn til mín, sko. Þú veist, það bara, þú veist, höfum gaman þessu. Núna. Mér finnst það hrikalega góða punktu með, sko, að þið heyri fólk bara að vera kannski í einhverju og já, bara 4 ára eftir, þá kemst ég eftirlinandurinn og höfum búin að vinna. Þá viltu bara drífa þig að klára þessu 4 ár eða viltu snjóta þess að vera að vinna í þessu 4 ár og ég velti fyrir mig, sko, því að maður hugsa margir sem eru bara, ég get ekki beðið eftir að komast eftir laun og vera að fá mér bjór út á Spáni eða Tenerife eða hvað það er. Eftir hvað marga bjóra heldur að þú viljir ekki lengur, sko. Þú veist, er það eftir 8. bjórinn, 10. daginn röð, heldur þú vilja mikið vera á Spáni og að drekka bjór? Ég veit það ekki. Nei, bara held ég ekki, sko. Þá tengi koma aftur inn á annan tilgang, ef þú hefur ekkert svona í lífinu, ég held að það er það sem maður sér mjög oft og bæði maður sé fólk svona nálagt sér þannig sem upplifið þetta og líka bara pælt í þessu og stúdera þetta og það var mjög merkileg rannsókn sem við svona fengum að glugga aðeins í að koma stað sem var í Costa Rica sem að snerist akkurat um þann tilgang, þú hefur ekki eitthvað tilgang ef þú skiptir ekki máli, þú ert ekki að vinna og fjölskyldan kannski þarnast þín ekki, sko. Fólk bara dó eins og flug, sko. Það hefur ekkert að lifa fyrir, þannig að þú ert að sitja ef einu tilgangurinn að drekka bjóra á tenni, sko, það endist ekkert lengi, sko. Það ótrúlega margir sem að maður sem sorglegt, sem að hætta að vinna, eða svo er líka fólk sem láti hætta að vinna, það er hinn hliðin á peningnum, sko. Látin bara hætta að þú ert komin á einhvern aldur, mér finnst það alveg gali, sko, fólk sem er fullt af orku, vill halda ára að vinna, bara neitt, svona hætti bara 67 eða 70 eða hvað er, sko. Það fólk á kannski ennþá erfiðara, af því að það hefur þá ekki, þú veist, það er bara búið að elska vinnunum sína, svo er hún bara allt í henni búin, og þá vantar eitthvað svona einhverja fyllingu í staðinn, sko. Já, væri, sko, nú er ég bara að hugsa upp á þetta og veit svo sem ekkert það, en var ekki hægt að bara leyfa að vera allan einhverju starfslutvalli og hvort sem myndi fá borga fyrir það ekki? Nákvæmlega, það er það sem mér finnst. Það sumstaðar er það bara ekki, þú sumstaðar er það opinbera og meira þess að sum fyrirtæki eru bara með svona algjörlega fasta reglu, sko, þetta. Þú þurfum ekki endur sko þetta líka því að við erum að verða eldri, 67 ára. Algjörlega, sko. Þú veist, ég myndi halda, Mér finnst það bara algjörlega, mér finnst þetta ætti að vera svona forgangsatriði. Það er svo marg, þú veist, við verðum eldri og við verðum mörg ferskari þegar við erum eldri, þannig að fólk hefur meiri svona orku. Akkur ekki að nota þessu orku og leyfa fólki að vinna og ekki vera að skera af því, þú veist, ellilífeyrin eða, þú veist, peningana sem það er að fá eftir að hafa unnið svona lengi, skilur, sem er búið að vinna sér fyrir, sko. Akkur ekki að leyfa fólki að halda aðeins áfram, bara kötta aðeins niður, starfsölduallu og halda bara áfram svo lengi sem það vill, sko, og getur og er að skila sínu tjópi. Það er til dæmis í Japan, þeir eru ekki með allavega ekki Okinawa sem vorum, þar er bara orðið, sko, eftirlaun er bara ekki til, sko, orðið, af því þú gerir akkur þetta, trappaði bara niður, sko, skilur það er bara eðlilegt, það er enginn að pæli að hætta bara alveg, nú hætti ég bara að fara á tenni, sko, bara vinnu bara aðeins minna, þú veist, ok, gerir eitthvað annað í staðinn, sko. Já, mér finnst svo magnað að sjá, sko, áhrifin svo einhver sem tilgang, hvað hefur mikið áhrif á bara langlífi og heilsu og hefur áhrif á bara, sko, veikindadag og ónæmiskerfi og mér finnst það alveg magnað, sko, og líka bara, ef maður tekur bara næri dæmi, mér finnst ofta þegar fólk eru eldri og makiðin deyr, það er oft mjög stutt í að þú farir líka, sko, og líka eins og Viktor Frank talaði með bókinni Men's Search for Meaning, sko, alltaf tilgangst það sem hélt sumum var að jólin voru að koma og páskanir og okkur svona og þau heldur að myndi komast út fyrir jólin þannig að það var einhver smá svona sem dreifa áfram, einhver von og einhver tilgangur og síðan komu jólin og var ekki komin út það bara hrundi fólk, bara dó bara ótrúlega margir, bara þeir voru með þú veist, tilgangi bundu við tíminu komin og bara en ég er ekki að fara að komast út, þannig að það slöknaði á þeim, sko, og Vigfús Bjarni, frendi minn hann er sjúkrahúsprestur og hann hefur talað um að hann hefur séð bara án allsgríns, bara fólk verða gráhært á einu nótt. Hann séð bara slökna orkunni bara í ramanum, sko, sem er bara það er einhver nisti. Já, heldur betur. Einhver svona lífsnauðsynlegur nisti, held ég. Já, ég klára því, sko. Það er mín skoðun og bara eftir að stúdera alls konar rannsóknir og svo bara lífið, sko, að þetta skiptir bara öllu að hafa eitthvað sem að maður
að maður skipti máli, sko, þú veist, finni það sjálfur og bara maður skipti máli fyrir sjálfan sig og svo bara líka fyrir aðra líka, sko. Algjörlega, sko. Þú veist, sé hvað hlusta á mann. Og ég held að það eru allir sem eru með eitthvað hlutverk sem þeir skipta máli í, sko. Og hafa sitt hlutverk í samfélaginu og það skiptir virkilega miklu máli þitt hlutverk. Ég held að fólk þurfa átt að sjá því, sko. Og hefur virkilega meira áhrif heldur en að gera sig grein fyrir, sko. Já, þetta er góða punktur. Og þetta er eitthvað sem við ættum líka að vinna með, því að mér fannst, ég upplifði þetta sterkt, ég var að vinna fyrir Hávang og var með námskeið á Akureyri fyrir starfsmenn, ómenntaða starfsmenn, ekki kennar eða skólastjóri eða þannig starfsmenn í skólum, þetta bara á Eyjafjarðarsvæðinu, stór hópur, 100+ manns og þetta var bara alls konar fólk sem var að vinna í skólum sem var ekki svona sérmenntaðir. Þetta var geggjað og það sem var svo skemmtilegt, við vorum með, ég held að það hafi verið 3 tíma eða 3,5 dagur, eitthvað svoleiðis. Og það sem var svo gaman og við náðum að koma svolítið inn í þeim var að fá þau til að átta sig á hvað þau skipta miklu máli, sko. Þú veist, þú rekur ekkert skóla á þess að sé alltaf og tæru bara allstaðar í mötunetinu og þú veist, það er að vera húsvörður og allt þar á milli, sko, skólaliðar, skilur. Þetta var bara, það skipta bara allir máli í þessu liði, sko, fyrir utan lið. Og þegar fólk einhvern veginn fór að pæli því og skrifa niður, þú veist, það er líka bara svo sterkt. Þú situr og skrifa niður bara, ég er að gera þetta og ég sé, þú veist, laði þetta til og ég get komið þessa hugmynd, sko, skilur, og það hlusta á mann. Það var ótrúlega gaman uppi á það. Mér finnst það eiginlega svona skemmtilegast að vinna með fólki sem veit ekki ennþá að skipti máli, sko, og fá það til þess að sjá einhverja svona byrti og ég er bara helviti góður, sko. Ég get gert þetta og ég skipti þessi máli og það, maður sá einhvern veginn, fólk svona vaksa bara á milli skipta. Og þetta er eitthvað sem að maður langar einhvern veginn, ég veit ekkert hver er besta leiðin, sko, en þess að maður langar einhvern veginn að gera meira þessu, sko. Fá þá sem veit ekki ennþá að skipti miklu máli til þess að átta sig á því. Algjörlega, þetta er rosa mikilvægt og talandi bara svona tilgangi í vinnu, sko, þá er þetta eitt af þeim inngrifum sem er notuð til þess að auka tilgangi í vinnu og við lítum bara, við tökum bara að vera kennari til þess. Við lítum á kennarastöru, já, ég er bara kennari og ég er bara með mínar glósur eða eitthvað sem er, eða ertu bara kennari? Ertu ekki miklu meira það? Ertu ekki bara einn af okkur mikilvægastu leiðtogum? Og því að þú veist, þú ert með 20-30 manns í tíma hjá þér og það sem, hvernig þú mætir á hvernig minnst degi hefur áhrif á 20-30 manns og getur ímyndað, þú veist, þú smittar það, þú veist, hetjur framtíðanar bara beint fyrir fram að nefið á þér, sko. Akkurat, sko. Þannig að þú veist, það er miklu meira heldur en maður er bara kennari, sko. Nákvæmlega, einmitt, það er nákvæmlega það, sko. Þannig að þú veist, einhvern veginn að velta því fyrir sér allan að það sem maður gerir, það hefur áhrif og miklu meira heldur en maður gerir sér grein fyrir, sko. Já, það er klárlega þannig, sko. Hvaða nýja trú, venjaða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarnar? Ég held að svona með venjur þá er það morgunrútínan mín, sko, eða hún er svona aðeins, eða þú veist, hún rótirar aðeins, sko. Já. En að bara koma inn morgunrútínu þar sem ég fæ að vakna fyrst, þú veist, fyrstur og undan öll, það er ekki vaknaðar heima. Já. Þetta er bara my time, sko. Nice. Það er geggjað, sko. Fólk, ég meina, elska fólkið mitt og það er bara, þú veist, það er bara ekkert í gangi og ég er algjörlega með þennan tíma, sko. Og og nota hann í eitthvað sem að gefa mér bara svona, það kemur á stað og gefur mér svona gildi eins og þessi spænska hann. Ég er búin að læra svona slow learning, ég veit ekki hvernig að orða þetta, tekur hann nokkrar 10-15 mínútur, stundu 20, þú veist, í Duolingo að læra spænsku og maður finnur, maður verður alltaf aðeins betri, sko, mjagast alltaf áfram, sko. Bara það að læra eitthvað fyrir mig, þú veist, sem að í raun og veru hefur engan þannig sér praktískan tilgang, nema ég get kannski aðeins eitthvað babla á skilið þegar ég fyrir til Spánar eða Suður Ameríku, sko. Það hjálpar alveg og er skemmtilegt, en þetta er bara fyrir mig, sko. Og svo fer ég á þess að hafa einhver svona praktísk gildi í vinnu eða verkefnum, sko. Og svo fer ég og tek svona morgungöngu og, þú veist, anda eins og tek svona smá liðk og ég kom með kaldar sturstur inn í þetta líka, svona útisturstu og bila hann, það datti þetta aðeins út þannig þeir koma henni aftur inn, sko. En þú veist, þannig að maður bjótir svona 3 liða morgun hringa einhvern veginn venjur sem að það sem ég er að gera bara það sem að ég veit að kemur í góðan gír inn í daginn og er að veita mér svona ánægju, liða vel með. Það er heldur svona besta, þú veist, að þegar maður byrja daginn vel, þá er maður svo helviti góður, þú veist, út daginn, sko. Já. Þessi byrjun er mikilvæg. Það er ein kona sem ég kynntist á þessu námskeið sem við talum á Akureyri, sem tala um það, sem var svolítið skemmtilegt. Maður lærir alltaf svo mikið af, þú veist, þegar maður er með svona námskeið af öðrum. Og hún var bara með þá venju hjá sér að, hún var með hurðina bara sem, sko, svona, þú veist, barrier einlega.
Þannig ef hún opnaði hurðina, var að labba út heima frá sig sko, og fara í vinna og var ekki góðum feeling, bara lokaði hún hurðin, fór inn aftur og gerði eitthvað, hlustaði eitthvað lag, dansaði, gerði bara gerði eitthvað sem hún vissi að kemur sér í góðum feeling sko. Svo opnaði hún hurðin aftur og fór út og lokaði. En þú veist, það var gaman að sjá líka samstarfsfólkina þegar hún segja frá þessu, því að þú veist, það hafði enginn síðan í vondaskapi. Hún lokaði þetta vondaskap inni sko, og losaði sig við það og fór svo út sko. Þannig svona byrjanir á deginum og það, ég myndi segja það, morgunrútína, morgunvenja er eitthvað sem hefur haft svona, já, svona bætt mitt líf í raun og veru, mikið. Ég held að allir hafa fundið fyrir því hvernig úr endanum að vera úr rúminu og hvernig hvort maður sé að drífa sig út og grípa eitthvað með sér í staðin fyrir að vakna þess fyrir og gefa sér tíma kannski, það þarf ekkert að vera langur tími. Nei, nákvæmlega. Það þarf ekkert að vera mikið, það getur bara verið, þú veist, í einfaldri mynd getur bara verið kvöldstyrta sem tekur bara 10 sekúndur til 3 mínútur og kannski þú skrifar hluti niður sem þú þakklætur, það þarf ekkert að vera langt og þetta tekur bara 5 mínútur. Já, einmitt. Ég hef gert það einmitt í göngunum, morgöngunum, og tekið svona, það er svona ljósastöður þarna í götunni sem ég bý, tekur svona, ég hef með svona þakklætis ljósastöður, tök 2 bíl, þú veist, þannig að ég er búin að vera að pæla eitthvað whatever sko í göngunni, en alltaf þegar ég er að koma heim og er með þessar 2 ljósastöður þá kveiki ég á svona þakklætispælingum og þá bara leyfi því bara þakklæti fyrir mús og fyrir konuna, fyrir hitt og þetta er heilsuna, sólina, rigninguna, eitthvað. Leyfi því bara svona flæða inn sko á meðan ég er að taka þessar 2 staura sko. Það er þetta mjög góð. Þá er þetta bara svona fast í rútinu sko. Já, og svona vísbendingar umhverfinu sem bara minna það á þetta sem er mjög sniðugt. Og það er held ég eitt af sterkasta sem maður getur gert, þú veist, að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur. Það er svo ótrúlega margt sem maður getur verið. Alltaf sama, eins og Viktor Frankl talaði, það er alltaf eitthvað sem maður getur verið þakklátur fyrir sem hjálpaði síðan til að vinna áfram, sko. Já, meðan einn góð setning í bókina var horfðu björtum framtíðina, þakklátur fyrir nútíðina og horfðu á góðu minningarnar úr fortíðinni. Já. Hún svo setning greip mig, sko. Já, einmitt. Það var að hugsa slæmhlutina sem eru búin að gerast. Það er þetta að velta sig upp úr því. Þannig að ég er alveg samlega, morgun rútína er mjög góð. Ímyndaði þér, hann var ekki eftir að dæma þau og gæti sagt frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl öðrum. Hver væri svo óvinsæla skoðun? Já, óvinsæla skoðun. Já, ég hef ekki pælt í þessu, maður sjá. Ekki eftir að dæma mig. Skoðun óvinsæl öðrum. Já, ég er bara ekki... Getur við geimt það aðeins? Já. Af því ég er bara ekki með neitt alveg sem að kemur svona beint í hausinu á mig, sko. Sem væri mjög óvinsælt, sko. Fyrir maður fara ekki á kallakvöldin, skilur við. Já. En þú veist, en Nei, já. Kannski eitthvað með hreyfingu. Já. Veist, ég er komið meiri yfir í svona, en ég held að það sé ekkert controversial þannig, sko. Ég er bara komið meiri yfir í svona rólegri, þú veist, ég er búin að fara svona hring einhvern veginn, í svona styrtaræfingu til dæmis í lífinu, sko. Þú veist, þannig að ég er komin frá svona hröðu sprengjuæfingunum og yfir í svona rólegri styrtaræfingar, taka meiri tíma, svona isometric þjálfun og svoleiðis. Það er ekki allir sem eru hrifnir af því. Nei. En mér finnst það að vera, þú veist, það virkar vel fyrir mig og það sem ég hef verið að reyna að vinna með. Þannig að það er einn skoðun. En svo bara, þú veist, það er alls konar, maður veit ekki alveg, áttar mig alveg á því hvað er vinsælt eða óvinsælt af öðrum, sko. En eins og bara með þetta með eldra fólk, að það geti haldið áfram að vinna, skilur og það fái frelsi til þess að vinna. Mér finnst það mjög mikilvægt líka. Að það geti bara breytt samfélaginu, held ég. Ef því væri svona hleypt inn aftur, það er rosa mikið af svona römmum sem hafði einhver tilgang, eins og til dæmis það kemur líklega út af því að það var að vera að hleypa nýju fólki inn á atvinnumarkaðinn, sko. En núna er staðan bara öðruvísi, við þurfum að fólki að halda og við erum að eldast, skilur, þannig að það er eitthvað sem er hægt að halda í og gera meira af. Og svo þetta með kannski í hug með vinnutíma. Mér finnst mér finnst að við séum að nota allt of mikinn tíma í vinnu og vinnustaðir eru ótrúlega, þótt þetta hafi breyst aðeins með COVID. Þetta er svona, þessir rammar aðeins mikst hjá fyrirtækjum og vinnustöðum og getur unnið fjarunnið og unnið hér og þar, sko. Þá eru vinnustaðir, finnst mér alveg ótrúlega stífir samt á bara svo veist, tíma sem þú setur í vinnu. Það er rosalega mikið fókusera alltaf á, þú veist, þú verður þína 8 tíma, skilurðu.
klára rammaðinn, skiptir kannski minna máli hvað þú ert að gera, það ennþá þannig. Vinni með mjög mörgum vinnustöðum að fara inn á marga vinnustæði síðustu ár. Og raun og veru ég bara, stundum það orðið svolítið bara, finnst mér bara þreytandi að fara inn á vinnustæði og upplifa alltaf svona, að maður sér einhvern veginn hvað væri hægt að gera, hvernig væri hægt að hrista upp í hlutunum, gera hlutunum öðruvísi, en þú veist, þetta svo fixt einhvern veginn, hvernig svona stjórnendur vilja hafa hlutina og vilja halda, þú veist, breytingar mega gerast og óbóðslega hægt, sko. Saman hvað fólk segir svona út á við og í fjölmiðlum og í viðtölum, þá þetta alveg rosalega stíft hjá mjög mörgum, hvernig svona fyrirtæki eru byggð upp, eins og til dæmis með millistjórnendur, og veit ekki hvað ég oft upplifað það, voru með námskeið hjá þegar ég var að vinna fyrir Hávangs, mannlegi millistjórnandinn var að vera svona hjálpa fólki að þjálfa fólki að stýra öðru fólki og þetta voru yfirleitt svona sérfræðingar, skilur, forritarar, kannski fólk sem gott í einhverju ákveðnu, ótrúlega duglega forritarar til dæmis. Þú ert svo góður forritar að þú farið allt inn í bara svona kallinn og skrifstof og sagði, heyrðu, hérna Beggi, ekki til að taka bara þessa deild hérna, þetta eru 25 manns, stýrið þeim. Akkur, já, þú ert búin að standa það svo vel. Já, frábært. En þú ert bara forritar, þú er einhvern áhuga fólki, sko. Skilur. Og maður sér akkur að það fólk vera bara svona, í hverju lentu núna, sko. Svo ertu komið með það, svo ertu með 25 manns sem þú ert að bera ábyrgð á. Hefur engan áhuga fólki, vill bara vera forrita, en vill samt ekki sleppa ábyrgðinni og kannski launaseðrunum líka, sko. Þú veist, þú ert komið með þetta. Og ert svo lítið að því þú ert svo góðið forritar, þá ertu líka að láta inn svona forritara áfram. Þannig að þú komin í svona 200% vinnu, eitthvað sem þú ert bara, og maður sá bara svona á nokkru stöðum sem ég fór að maður sá bara svona, og ég talaði við, tók svona einstaklingsvið til fólk sem var bara á leiðinu niður í kælikljóðan, sko. Út af þessu, sko. Þannig að mér finnst einhvern veginn að vinnustæðar getur hrist upp í systeminu miklu meira heldur en að gera, ekki bara svo fjarvinnu og þannig heldur bara hvað ert að vinna lengi, hvernig þú hugsaðar verkefnin, hvernig metur fólk, þú veist, hvernig prómoterar fólk, skilur þú? Já, algjörlega líka, sko, ég ekki að líta þetta meira út frá virði heldur en tíma, því að, sko, nákvæmlega. Þú veist, við getum sittið báðið tveir hérna í tölvunni í 8 tíma núna og við getum verið í einhverju. Einmitt. Sem gæti alveg fært raukur í því að ég gæti alveg, og við værum með einhver verkefni og við værum að vinna milli varum við að fara fram á fólk og kaffi og síðan varum við að spjalla daginn og veginn og eitthvað svona sem er kannski bara hlutið af vinnunni líka. En ég gæti alveg hugsanlega klára þess 8 tíma vinnu á 2 tímum ef ég myndi bara detta í flæðið eða svona, eitthvað svona framvegis. Það er bara akkurat þannig. Þannig að, þú veist, hvort eigum við að hafa starfsmann alla þess 8 tíma eða eigum við einhvern veginn að gefa það traust að starfsmenn getur skilað ákveðnum verkefnum á ákveðnum tíma og gefa frelsi í það, sko. Það er nákvæmlega sem mér finnst, sko. Og það er það sem að ég var svona að reyna að koma inn sumstaðar að hugsa þetta þannig, sko. Gefa fólki bara frelsi, þú veist. Mættu bara aðeins seinna kannski eða fyrr, þú veist, kláraði verkefni, kota á fundinu sem þú þarft að vera á, skilaði að þér og svo hefur bara þinn tíma, sko. Þetta er svo, þú veist, þetta er svona pínu svona, ég veit ekki, svona þræla system þannig, þú vilt bara vita hvar þræliðin er, sko. Þú veist, ekki missa hann út í einhverja vilsi, bara í sund að leika sér og svo sér einhver annar hann og hvað er þessi maður að gera hérna, hún er ekki verið að vinna. Þú veist. Er það ekki það líka, samstarfsfélagar líka, bara, hann fekk hérna þetta, ekki þetta? Kannski, sko, þetta er flóknara, sko, þetta er flóknara þannig, veist, en samt bara miklu meira gefandi fyrir alla, sko, pælir í, sko. Að það í staðinn fyrir að vera bara 8 tíma þrælskilur og veista og svo getur bara búið með verkefni og 2 tímum, hvað er ekki núna? Já, þú veist bara, þú finnur eitthvað, látum gera eitthvað annað í staðinn, bara eitthvað svona til þess að vera að gera eitthvað, sko. Og þannig að þessi tímahugsun finnst mér vera bara eiginlega galinn, sko. Vera svona föst í 8 tímum eða 7 tímum eða hvað nú er, sko. Hugsa alltaf þannig. Hugsa virði, hvað átt að gera, hvað átt að gera, hvað viltu fá út úr þessu starfsmanni eða þessu teymi, þú veist, hvað átt að teyma að gera. Og það að skila því, þú veist, gefðu því frelsi og ábyrgð, það er svona lyfti fólki líka og skila eða svona betri vinnu. Já, þá fara líka meiri sjálfræði til þess að gera hlutinn og meiri jafnvel innri hvatningu, þú fær meiri svona, þú ert að gera eitthvað því að þú ert að ákvaða hvernig þú gerir eitthvað og jafnvel hvað þú ert að gera. Sem keirir meiri áhuga stæðan fyrir að segja að þú ert að gera þetta svona, svona. Það lyfti þér, þú veist, þá fær þú meira ábyrgð fyrir að vera kannski þýlið þannig með vinnustæðan að hann skiptiði meira máli, sko, skilur fyrir að taka meira svona, ég hluta þessum pakka ég skipti máli í þessari uppbyggingu þetta er skemmtilegra, skilur. Ég velti fyrir með skipta máli og hlutverk og svona, þú erum að ræða það
ég held að helst sterkt í hendur ef maður tekur meira ábyrgð. Já, bara algjörlega. hvort sem í vinnunni eða í lífinu eða eitthvað svoleiðis, að því meiri ábyrgð sem axlar, það held ég að því meiri tilgang upplifur. En þú verður samt að vera þá eins og þetta með forritana, sko. Hann að taka ábyrgð á 25 manns og hefur engan áhuga, sko. Þá hann ekki að taka ábyrgð, í mínum að því. Nei, en það að vera að veita ekki axla ábyrgð. Það að vera að skuttla á hann ábyrgð, sko. Og hann að reyna að bera hann ábyrgðar póka, sko. Skilurðu? Hann eða hún. En það bara verður of mikið, sko. Þannig að þú verður að, þú veist, að vilja þetta. Algjörlega. Og það geggjað að fá ábyrgð, sko, og finna þetta trausti að þér veittir og farið ábyrgð á einhvers sem þú virkilega svona brennur fyrir, sko. Algjörlega. En það sumir hræddir við það samt líka. Sumir vilja þetta ekki, sko. Það alltaf í lagi. Já, en það er samt, þú veist, mér samt, þú veist, það er að íta þér aðeins inn í þetta, takk svona smá ábyrgð fyrst og svo stakkar, sko. En það er kannski þetta, já. Þú veist, þessi skoðin, ég veit ekki, það er kannski ekkert að dæma þetta, jú, þetta er auðvitað óvinsælt á stjórnendum, sko. Bara dæmi mig, endilega maður. Við vorum að tala um það, þetta er bara, þú fylgir bara þínum samsælinga. Já. Þetta er síðast spurningin. Já. Jú, mættir einungis koma einu skilabóð framfara út lífi til annar einstaklinga. Hverju væri svo skilabóð? Það er held ég bara að þora. Þú veist, þora að gera það sem að hjartað og heilinn svona kallar á, sko. Þóra að vera aðeins öðruvísi, þóra að fylgja einn sannfæringur, þóra að elta draumana, þóra að láta hluti gerast sem þú vilt láta gerast og veist það er góður fyrir þig og fólki í kringu þig. Eins og vorum að tala með áðan og vera fastur inn í einhverju römmum sem aðrir svona halda þær inn í því að fólk vil ekki breytingar og því líði vel með að allt sé svolítið svona eins, sko. Þú veist, þorðu bara. Það er skilabóðin. Þetta er bara mjög góð skilabóð og bara góður endir á spjallun okkar, held ég, að þóra, klálega. Guðjón, ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma í 24 og spjalla og bara mjög ánægilegt að spjalla við þig og haltu áfram að gera sem þú ert að gera og maður finnur það að þú hefur ástríðu fyrir þessu og ert að hafa mjög góð áhrif á fólk sem þú ert að vinna með. Takk hérlega fyrir, takk fyrir mig. Takk hérlega.